Já, komið sæl. Takk fyrir að koma og afsakið smá töf. Við vorum í smá tæknilegum erfiðleikum hérna við að koma streyminu í gang. En í kvöld ætlum við Kjartan aðeins að spjalla bara svona stöðuna. Það er margt að gerast núna náttúrulega í pólitíkinni og svona og kannski helst að nefna nýja forystu í samfylkingunni. Hvað finnst þið, Kjartan? Er ný samfylking að vera til? Ég held að hún sé kannski nærði að ná sínu setta markmiði sem þið settu sér í upphafi. Gæti náttúrulega einhverjir verið ósammála vegna þess að það hafi verið svona tveir valmöguleikar fyrir samfylkinguna sagnfræðilega séð. Einn af þeim hefur verið að verða jafnaðarmannaflokkur eða jafnaðarflokkur. Hinn af þeim hefur verið að meira í áttina þessu flokka samstarfi sem er byrjuð sem að fjórir flokkar misróttækir og vildu sameina allt vinstrið þangað til að og það var í rauninni staðan þangað til að vinstri grænir klufu sig og þeim þótti ekki vera nógu mikil áhersla á umhverfismál. Núna er hins vegar í rauninni búið að tryggja það að ég held að grundvöllurinn hafi verið lagður alveg bara þegar Logi Einarsson kom til sögunar til að púsla saman samfylkingunni frá þeir duttu næstu af þingi og þessi tilvistakrísa sem gengi gegnum eftir að hafa verið í hrunstjórninni eða eftir hrunstjórninum að Og svo voru þau náttúrulega í ríkisstjórninni, í hrunstjórninni sjálfri. Já, þeir Ingibjörgu Sólrún og svona. Þeir eru núna held ég búnir að ákveða að með því að kjósa Kristrúnu Frosta og með því að voru engin mótframbjóð með því að fá svona mikið af ungu fólki inn sem að þekkir ekkert endilega þessa gömlu flokka sem myndu samfylkinguna með því að þeir þekkir rauninni bara samfylkinguna út frá jafnaðarmannaflokki eða sósíaldemókratískum gildum þá erum við klárlega að sjá að þetta verður miklu svona einbeittari flokkur með miklu skýrari sín kannski miðju vinstri sín, náttúrulega við erum ekkert endilega En bara það er að reynast rosalega erfitt á Íslandi þessa dagana, ég meina sér bara núverandi ríkisstjórn Katrín Jakobsdóttir fyrir þá ríkisstjórn hún talaði eins og sósíalisti var að vitna í Thomas Piketty að tala heimskapitalíska kerfið og hversu brengla það er orðið Já. Þannig ég man vel eftir því að vera að hlusta á hana og það hljómaði alveg frábærlega vel og hún og þau VFG eiginlega lengst til vinstri á þeim tímapunkti en meira segja með því miðju móði eitthvað sem átti að vera sjálfstæðisflokkur Framsókn og vinstri græna þá erum við samt að sjá bara rekna harða hægri stefnu í velferðarmálum og í fjármálunum, í fjárlögum og þannig. Já, maður finnur líka alveg fyrir þessu í almennu umræðu. Fjölmiðlanir ekkert endilega kvarta yfir því nærri, þeir líti ekki jafn gagnrýnum augum á öfgahægri stefnu Bjarna Benediktssonar og þeir gera launabaráttu Sólveigarönnu. Já, klárlega. En og það sem Liz Truss gerir alltaf að gera með risastóru skattaafsláttunum sínum á þess að hafa neina leið til að borga fyrir það Já, ég væri til dæmis ég segi ofta, ég væri mjög til í jafn fáaða umfjöllun frá The Economist þegar þeir tala Bandaríkin og vandamál þess og þegar þeir tala Kína það einhvern veginn rosalega auðvelt að fara í mjög mikla rannsóknarblaðamennsku og fara í mjög mikla hagfræðilega greiningu á þeim sem eru ósammála og fyrir svona mainstreams fjölmiðlana og bara fólk sem í upplýsingageiranum almennt við þurfum samt, fjölmiðlar hafa einhverju leyti, þetta er kannski stærra þema, við erum að fara í allt aðra átt, við vorum að tala samfylkinguna rétt á það, ég að skipta svolítið. Þetta snertir alltaf á svolítið mörgu líka. Þetta snertir á svolítið mörgu, út í þetta þetta er svo gott merki straumhvörf. Við erum að sjá rosalega mikið af straumhvörfum í dag, við erum að sjá Eflingu og VR við að vaksa ásmegin í sínum sinni lífskjarabaráttu og sínum kröfum þóra hafa svolítið hærra. Samfylkingin líka byrjuð að þóra bara að vera jafnaðarmannaflokkur og vinstri flokkur
sem að hefði reyndar ekkert á móti að vera í miðvinstri stjórn en ég held ég þóra fullur það núna að þau geta alveg skilgreint sig sem vinstri flokk án þess að vera neitt sérstaklega feimin við það. Ungliðahreyfingin líka sko, það held ég munurinn á VG og og samfylkingunni sem stendur sko, meiri hlutinn sem var kosin inn á í framkvæmdara og samfylkingarnar. Gleymi alveg nákvæmlega hvað það hét en það var þeim, þetta er svona framkvæmda armur flokksins. Já, það voru 30 meðlimir og þar af þeir voru allir kosnir 9, þeir sem eru í núna af þessum 30 eru 16 ungliðar. Hún Kristrún Frosta ungliði, við erum að sjá mikið af ungliðum í mikið af nefndum, ungu fólki að vaksa ásmegin, ekki bara í samfylkingunni, heldur líka í Pírötum, tók náttúrulega viðtal við Lenju, sem var mjög gaman. Hún talaði líka þetta bara ungt og þetta alþjóðlega sko, hún benti á ungt fólk í Íran, við getum núna verið að benda á ungt fólk á Íslandi og við getum verið að skoða eins og stéttalisfélaga myndun í Bandaríkjunum, það ungt fólk sem að vinna á Starbucks sem að leiða því, þannig að þessi straumhverfi sem við erum að sjá eru held ég bara mjög, ég leyfi mér að vera bjartsýn með þessa nýju vinstribylgju sem við erum búin að sjá undanförnum árum. Maður vona það innilega einmitt að það verði miðvinstri stjórnin sem getur rétt við fáránleikann sem í gangi af því að en líka vorum að tala fjölmiðlana áðan og svona ég finnst það alveg lélegt og glatað sko hvernig fjölmiðlar á Íslandi ná ekki almennilega upplýsa kjósendur finnst mér í kringum kosningar og svona ósamræmið sem á milli þess sem að frambjóðendur segjast alltaf gera og síðan hvað þau gera hverslega stefnu þau segja að standa fyrir og svo hverslega stefna síðan rekin að það fjölmiðlar mættu vera mun duglegri við það að benda á þetta ósamræmi sem oft annað. Hugmyndafræði oftast svolítið illa séð í íslensku stjórnmálum, sko. Það bara almenn regla. En þetta ekki samt eitthvað svona einmitt sem búið að vera síðustu áratugi kannski að þú þarft að vera hlutlaus og ekki vera með hugmyndafræði og svona. Jú, helst bara svolítið leiðinlegur. Sko. En þú veist, mér hefur alltaf sýnst að þegar fólk að segja þetta sko við erum að vera hlutlaus og róleg og ekki með eitthvað hugmyndafræði og svona þá ertu samt raun að vera með mjög sterka hugmyndafræði eins og nýfrjálshyggjutímarnir voru og kannski þetta að segja að svipa þá var ekki hugmyndafræði Salek og svona hjá verkalýðshreyfingunni að þú ætlar að vera bara með eitthvað formúlur sem að virka bara best fyrir alla sko og treystu mér, ég sérfræðingur þú veist og það engin hugmyndafræði í gangi hérna. Nei þetta almenn skynsemi eins og hann Brynjar Níels talar mikið Já, það eru sjálfstæðisflokkurinn flokkur almennrar skynsemi. Hefur séð Slavoj Žižek, The Pervert's Guide to Ideology? Ég hef séð Pervert's Guide to Cinema. En ekki to Ideology? Ég sá mér þótti góð, ég bara svo langt síðan síðast, hvað þetta Slavoj Žižek sem sagt líklega þekktasti svona lifandi heimspekingurinn í dag og hann gerði skemmtilega heimildamynd eða það sem hann að fara í gegnum svona kvikmyndir og svolítið að segja frá hvernig hugmyndafræði virkar og með ýmsa svona gagnrýna nútíman meðal annars þessa sko að þegar þú heldur þú sért ekki með neina hugmyndafræði þá ertu mest sokkin í hugmyndafræðina og einstæðsta svona myndin sem hann að segja frá í þeirri heimildamynd They Live sem var bíómynd sem var búin til 1980 eitthvað í Hollywood þar sem að það var maður sem fann gleru og þegar hann setti upp á sig gleruinn þá sá hann hlutina eins og þeir voru í alvörunni þannig að það voru auglýsingar á New York, þú veist, Manhattan og þegar hann setur upp gleruinn þá stendur bara obey, skilur, money is your god gerði það sem að við viljum og svona og Žižek vill meina sko þetta eiginlega öfugt í raunveruleikanum að þegar þú ert með einhverja hugmyndafræði þá ertu með gleru uppi sem að lita allt sem þú sérð þannig að þegar þú fjarlægast hugmyndafræði og þá ertu kannski frekar að sjá hlutina eins og þeir raunverulega eru en ég mæli eindregið með þessari mynd A Pervert's Guide to Ideology hún er bara á YouTube og hægt að horfa á hana þar fyrir 5 köld nördana þá gerði hann líka Pervert's Guide to Cinema Var það líka Žižek? Það er líka Žižek Gæti verið að þetta sé sama mynd? Nei, Pervert's Guide to Ideology og Pervert's Guide to Cinema ég held að það sé 2 aðskildar bíómyndir
ég held hann talar hann talar mikið bíómyndir, hann vil reyna svona túlka hugmyndafræði svolítið út frá hún. Ég held að eitt af því besta sem hann hefur sagt var hann myndi selja mömmu sín í þrælahald fyrir V for Vendetta 2. Já, og hann hefur mjög mikið, og kannski ættum við að vera að velta þessu fyrir okkur líka, ekki að selja maður okkur í þrælahald, heldur að í V for Vendetta þá lokaatriðið svo að hann sprengir upp ríkisstjórnina. Hann Slavoj spyr sko hvað á að gerast næst. Já. Þannig að núna þegar við vorum að fá okkar litlu sprengingar út allt með Vaffer, Eflingu, Samfylkinguna, Íran, og við erum að sjá Brasilíu líka, nýjir hlutir að gerast þar sem nýjir gamlir hlutir, spennandi. Við erum að sjá verkalýðshreyfingu, arminn í Bandaríkjunum verða öflugri. Þegar sko, hvernig ætlum við að nýta þetta tímabil sem við erum að fá núna, svolítið miklum umrótum eftir COVID? Þú veist, hvað á að gerast næst þegar við erum búið með þetta skref? Það er gífulega mikilvægt að við nýtum. Þetta er góða punktur hjá Zizek, sko, hann að tala til svona byltingarsinnana, kannski helst til þeirra sem eru svona hvað mest romantískir, þú veist, þú er ekki alveg kannski jarðbundir, myndi maður að segja, að svona góða punktur fyrir fólk kannski sem fattar ekki að byltingin er bara eitt partur af byltingu eða umbreytingu, að þú verður síðan að vera með frekar skýrt hvað ætlar að gera eftir á, sko. Þú verður að gera þetta, við ætlum að gera þetta svona og svona og svona. Þú verður bara að byrja með þetta og fundi ykkur. Og Zizek er náttúrulega svolítið svona tongue in cheek oft, svona að gantast og grínast með þetta, sko, en þetta er samt góða punktur. En samt finnst mér líka, sko, mikilvægt í þessu öllu núna í dag, að það er bara fullt af hlutum sem er hægt að gera sem eru alls ekkert flóknir eða neitt, sko, og það eru mörg dæmi að það sé verið að gera svipaða hluti annars staðar, þú veist, leigubremsur og fjármagnstekjuskattar, eignaskattar, það sem er að gerast núna í Noregi með það sem þau eru búin að gera óhagkvæmt fyrir fólk að eignast fleiri en 1-2 íbúðir, að það bara hættir að borga sig þegar þú komið með, þú veist, 2-3 ár og það er bara gert með einfaldri reglugerð þar sem að þú breytir í hvernig vextir og svona virka eftir að þú komið með 1-2 íbúðir. Já. Þannig að þú veist, bylting var eitt og þú ætlar að setja hlutina upp alveg upp á nýtt aftur, sko. En svo er hitt, sko, að við erum með fullt af lausnum, fullt af leiðum til þess að gera hlutina betri fyrir þorra fólks. Við erum og það skortir bara pólitískan vilja og völd til þess að framkvæma þau. Við erum alveg með mjög góð verkfæri til þess að ná fram mjög fínum hugmyndum. Við erum með stéttarfélögin, við erum með lýðræði, við erum með skattkerfi, fjárlög. Skattkerfi og fjárlög, og við erum með við erum alveg með fjölmiðla sem er hægt að tala hlutina í gegnum, sko. Eigum að vera með fjármálaeftirlit. En það er kannski svolítið erfitt núna að vera að koma með eitthvað doomsday og segja út í einmitt núna er allt að ganga vel. Maður spyr sig kannski bara hvort af hverju gæti ekki gerst aðeins fyrr. Ertu að meina þá umbreytingin innan samfélkingarinnar? Umbreytingan er bara þú veist, af hverju gat þessi kynslóð unga fólksins sem er með gífulegar áherslur og loftslagsbreytingar og meiri samfélagshyggju, af hverju gat hún ekki fæðst svona 3 kynslóðum fyrr? En við erum bara að læra leksíunni núna, við erum bara að fatta að það er spilling og gengdarlaust að arðrán borgar sig eiginlega ekki sem efnahagsmódel. Það gerir það ekki, félagslega er það mjög veldur miklum skaða. En talandi loftslagsvána, það er frekar slæma fréttir að það var komið skýrsla frá, Orkumálastofnun Sameinuðu þjóðanna, og sem sagði að eftirspurn eftir olíu mun aukast 3% á hverju ári til svona 2035. Og þetta er náttúrulega bara miðað við það, að þá erum við að sjá fram á að við munum ekki ná að snúa við koldíoxíðsmagninu sem við erum að pumpa út á hverju ári fyrir en þá eða mögulega seinna, sko. Þannig að þú veist, þetta er ótrúlegt. Af hverju? Já, það er náttúrulega þetta blessaða stríð í Úkraínu og þessi blessaða iðnvæðing þriðja heimsríkjanna sem að fyrsti heimurinn hefur ekki komið nægjanlega mikið á mót við að hjálpa þeim að stökkva yfir þessi stig sem við höfum þurft að fara í gegnum með því að fjármagna í að byggja upp grænni innviði. Rosalega auðvelt fyrir okkur í Evrópu að
öskra á þetta fólk úr okkar fílabeinsturnum að þegar hægt að menga eftir að við erum öll löngu búin að iðnað okkur Já, á nákvæmlega. þeirra kostnað gífurlega og búin til einhver mest mengandi hæstu lífsgæði og Þau að mestu kveikja ljós. kolefnisfótspor. Þau að kveikja ljós með kolum og við ætlum að fara að segja nei, þið megið það ekki. Ekki fá rafmagn ekki fá rafmagn. Ekki fara að ganga upp. Ef við ætlum að fá rafmagn þá þurfum við að tala við þetta danska vindmyllu fyrirtæki. Nei. Þetta er oft svona kannski sem er ekki tekið inn í jöfnuna oft með hjá svona ímynda með sér fjármálageirum heimsins að félagslega hliðin á þessu öllu er svo gigantísk og gríðarlega mikilvæg. Já. Þú getur ekki ætlast til þess að einmitt Indland eða einhverjar Afríkuþjóðir sem eru ennþá að iðnvæðast á sumum stöðum getur ekki ætlast til þess að þau taki bara á sig allan hennar kostnað við að hoppa yfir kolin og olíuna, þú veist. Fara í kjarnorkuverinn í staðinn. Ef þau eru Já, ekki eða einu sinni vindorku eða sólarorku eða hvað er í boði, sko. En Já. En það er nefnilega svolítið erfitt, sko. Og eins og ég segi, þá þætti mér rosalega gaman að fá svona gagnrýna greiningu á Vesturöldunum og við fáum oft frá ef okkar ein fjölmiðlar væri góður í að gagnrýna okkur og þeir eru í að gagnrýna aðra þá væri við á mjög góðum stað í samfélagslegri umræðu. Já, það er mjög mikið held ég einmitt sem að er að útskýra með því. Ef það væri betra fjölmiðla umhverfi á Vesturlöndum, þá væri það mjög betri stað. Heyrðu, talandi um fjölmiðla, skiptum umræðefni. Okay. Núna gæti ég annarkvort byrja að tala um Kanye West eða formannskjör í Sjálfstæðisflokknum. Wow, það er spennandi. Hvort liggur ofar? Við ég held við ætlum að byrja á þessu með formannskjör með Sjálfstæðisflokkin. Og því ég er að tala um, núna þurfa hlustendur að bíða. En ég er búinn að vera að hlusta svolítið á Guðlaug Þór og ég er búinn að vera að fylgja svolítið með Bjarna Ben núna. Ég verð að segja, sko, ég fíla Guðlaug Þór að því leiti að, sko, ég get valið vondakallinn eða ég get valið góða vondakallinn. Já, það eru margir að segja þetta einmitt, sko, Og Guðlaugur sé skemmtilegri og betri manneskja og eitthvað svona Einmitt, þar fram eftir göttunum, hann er þó samt þessu ósammála alveg- pólitíkinni. En sko, hann er samt að tala um lægri skatta og ég Já, veit já. ekki hvers annan sér gegn verkalýðsfélögum. Ég býst við því að hann sé ekki hlutlaus. En hann ekki með þessu frumvarpi einmitt sem að afnema skyldu skráningu. Jú, En hann sagði á þessu formanns frambúðsfundi sínum, þá sagði hann sko að það helsta sem ég fekk út úr því hvað hann vill gera við Sjálfstæðisflokkin Já, er að hann segir að Sjálfstæðisflokkurinn á ekki að vera svona lítill nei. og lækum skatta. Já. Þetta er náttúrulega magnað framlag til umræðist í Sjálfstæðisflokknum. Ég held að það sem ég fengi aðalega frá honum er að sko megin narratífan, sko, þú veist, Bjarni Benediktsson er að tala um þetta jafnvel líka, sko, þetta er Brynjar Níels sem ég fæ alltaf í Facebooki mitt og ég veit hvað ég verði reiður þegar ég lesa hann eða eitthvað og Guðlaug Þór og núna er byrjað að taka aftur upp frasan stétt fyrir stétt. Stétt með stétt. Sem sko er í rauninni ákveðin sigur fyrir vinstrið vegna þess að núna er Sjálfstæðisflokkurinn búinn að þurfa að viðurkenna í fyrsta skipti, þú veist, hann hefur vilja viðhalda þessari líga að séu stéttlaust samfélag á Íslandi. Við erum svo jöfn. Það er sér að taka inn í narratífuna sína að já, það eru kúarar og kúaðir, þú veist, það eru yfirstétt og svo neðri stétt. En eru þeir ekki að meina með þessu stétt með stétt að Sjálfstæðisflokkurinn ætlar að vinna sanngjarnt að hagsmunum allra stétta og að það sé svona ákveð jafnvægi sem þarf að tryggja og halda áfram? Svona hljómar eins og salarfyrirkomulagið, sko. Burt séð frá því sem þeir eru að segja fyrir framan tjöldin, þá held ég að fyrir bakvið tjöldin hefur þessi að taka hann frasa upp aftur hefur gífulega þýðingu fyrir sko hvert að þeir eru hræddir við að missa fylgi núna. Og það er alveg satt, sko, það er búið að tala um það í mjög langan tíma að Bjarni Ben er að fara að breyta þessum flokki í mjög augljósan hagsmunahóp ríku fólksins án þess að setja upp neina grímu sem að Sjálfstæðisflokkurinn hafði mjög lengi, þú veist, við erum að verja Ísland fyrir kommunistunum sem ætla að eyðileggja landið eða eitthvað, við ætlum að frelsa Ísland með þessu nýfrjálshyggju, við erum þeir einu sem geta verið ábyrgir í ríkisstjórn
Hvernig var eitt kostningalófur þeirra var ábyrg ríkisfjármálastjórnun, eitthvað svona ábyrg fjármálastjórnun. Ábyrg fjármálastjórnun, við náttúrulega... Með mynd að gera á hardið, sko. Flottir. En hérna, núna erum við að fá þetta svona... Núna augljóslega verið að slá tóninni, Sjálfstæðisflokkurinn byrjar að leita miklu meira til... Hann vill fá fylgi aftur frá vinnandi stétt. Og hann ekkert að fara að geta gert það... Án þess að reyna að koma upp ykkur svona ásýnd að vera verkamannaflokkur eða hafa tengingar þangað. Já, Þór eða eitthvað svoleiðis en ekki Bjarni Ben. Og því að Bjarni Ben, ég held að hann sé svolítið bara svona hann ekki eitthvað endilega að fara að nenna að fá sér einhverja bjóra með einhverjum iðnaðarmönnum á þessari ráðstefnu sem þeir eru að halda núna. Guðlaugur Þór alveg að fara að gera það fyrir sjóið, sko. Ég held að þeir endurspegla þetta náttúrulega sama hlinn og sama tening, sko, eða pening. En að Bjarni Ben bara mjög augljóslega, hann of augljóslega nýlega orðin, hérna bara svona engeyjar ættar hagsmunaaðilinn, bara gaurinn sem að stuðningsmaður stórfyrirtækjanna. Einmitt, hann meira sem byrjar að líta hann út eftir að hann fekk sér glerugu og hárið greitt aftur, hann bara byrjar að lúkka eins og hann sé vondikallinn meira, sko. Ég meina mér varst mjög bara, eða hvað maður að segja, skondið, sko, að daginn eftir Íslandsbanka söluna og það kom daginn eftir að það kom út hverju voru að kaupa. Já. Að þá kom Facebook færsla frá Bjarnaða sem að var að taka í hendina á Sádi-arabískum sendiherra og sagði að þeir væru búin að komast að einhverjum samkomulögum og það veri viðskipti hérna á milli og skælbrósandi, sko. Frábært, þetta einmitt aðeins of on the nose. En hérna, ég held að veri spennandi, eitt af þessum Guðlaugur Þór talar mikið grasrótin og hann segir grasrótin hefur gleymst. Ég skil það bara sem, joke, hérna lægri stéttin líka til og hún pirruð út í okkur. Þegar hann að tala þetta stétt, hann reyna að taka aftur upp grasrótar stétt fyrir stéttumræðuna. Það var víst þannig á Sjálfstæðisflokknum áður kannski fyrir Davíð Oddsson og fyrir nýfrjálshyggjutímana að það þótti bara ómögulegt ef það var engin verkamaður á lista flokksins. Absolutt. Á lista Sjálfstæðisflokksins. Absolutt. Þetta breytist. En á þessum tíma var líka þannig að var ómögulegt að hafa engan vinnustað án sjálfstæðismanns sem flugumann sem gaf út skýrslur, sko. Þannig ég held að þeir voru með svona skoðanakannanir á hverjum vinnustað var sjálfstæðismann sem hlustaði kaffipásum og hvað það var að tala og svo reportaði hann, sko. Upp í Valhöll. Yes. Wow. Og hérna þú máttir ekki tala illa Sjálfstæðisflokkinn opinberlega og þá verið að voru heimildarlausar símahliðranir á vinstri mönnum og verkalýðshreyfingu. Þeir þeir eru með dómsvaldið svolítið mikið á sínum snærum. Þannig að ég held að, sko, einhverju leyti ef þeir eru að fara að gera ákall til þess að ná að verða aftur breiðfylking, ekki bara milli, sko, rasista og kapitalista, heldur líka milli arðræningja og verkamanna, þá það verður svolítið erfitt. Þeir eiga bara svolítið, þeir eiga svo margt óuppgert við fortíðina sína og í rauninni eða þess að gera þetta upp, þá myndu þeir bara einfaldlega hrynja. Þeir myndu virkilega reyna að verða þessi flokkur sem að þeir sýnast oft vera, að vilja sýnast vera. Þetta er náttúrulega, þú getur ekki verið bæði. Þú getur ekki verið hagsmunaflokkur verkafólks og auðstéttarinnar eða atvinnurekenda. Þú verður að því að þeir hagsmunir eru eiginlega bara alveg á móti hver öðrum. Já, bókstaflega bara algjörlega. Þannig að... En þetta hefur einmitt alltaf verið bara tálsýn hjá þeim. Og eins og Guðlaugur nefndi þetta líka í framboðsræðinu sinni að hann vil hjálpa litlum og meðalstórum fyrirtækjum, eins og þeir segja svo oft, sko. Þetta er bandarísku frasi. Mjög. En svo er niðurstaðan alltaf að þetta að hagstjórn þeirra ekki hagkvæmust fyrir lítil nýja meðalstóra fyrirtæki. Þetta endar að því að vera bara gott fyrir stærstu fyrirtækin og þeir í raun skapa ekki gott umhverfi fyrir lítil nýja meðalstóra fyrirtæki. Nei, og svo líka, sko, spurningin, það í alvörunni satt að lítil og meðalstór fyrirtæki hryggjast ekki í Íslensku efnahag? Það er bara nei, það er við, ef við ætlum að bera saman eitthvað svona 10 melabúðir á móti högum. Á móti högum, þetta eru hagar, þetta eru álverin, þetta er kvótinn, skilurðu. Þetta eru stórir
þetta eru stórar, bankanir eru með einhverja litla og meðalsmáa eða meðalstóra banka eða þú veist, hérna þannig að við erum klárlega þessu er oft kastað fram sko að lítil og meðalstór fyrirtæki eru hryggjast ekki, þeir eru byrjar að auka það núna, þeir eru að taka upp þess að 2 frasa stétt fyrir stétt og lítil og meðalstór fyrirtæki, það bara þá eftir að greina þetta á Íslandi, en greiningin í Bandaríkjunum sýndi að bara, ég held að ég er að taka þetta út úr hérna, hvað heitir breskigurinn? Oliver? Já, ég man ekki alveg með þáttinn. Oliver með þáttinn. Oliver með þáttinn, já. Sem er kanadískur eða ekki? Nei, hann er breskur. Nei, John Oliver. John Oliver. Já, það ekki. Jú, ég held hann tók hérna þetta til umræð, þá kom í ljós, hann gerir stundum svona góðar greiningar en kannski missir svolítið marg, svona næstu nær réttir í niðurstöðu líka út. En hann vinnur úr gögnunum vel og þá kemur í ljós að hérna lítil og meðalstór fyrirtæki eru lítill eða meðalstór partur af næginum. Það er stóriðjan sem skiptir öllu máli. Já. En þetta er náttúrulega bara enn annað dæmi þar sem að auðstéttin eða hagsmunafélag auðstéttarinnar sem Sjálfstæðisflokkurinn er bara með bara eitthvað bull sem það er að reyna að selja okkur og raunveruleikin er allt annar en sá sem að þau segja okkur að hann sé sem að, þú veist já, við þurfum kannski ekki að ræða það frekar en að það hjálpa okkur einhvern veginn að berjast gegn þeim og það er svona kannski vona maður bara að samfylkingin núna muni fara í alvörunni tilbaka í alvöru sósíaldemókrata rætunar sínar og beita sér fyrir sterkum velferðarkerfum, hækka fjármagnstekjuskatta, kannski eignaskatt, ég myndi vilja sjá það og að þau verði partur af einhvers konar vinstri stjórn hérna á Íslandi eftir næstu kosningar. Já, við hérna, og svo er spurning bara hversu langt er í þær. Já. Ef að Guðlaugur Þór nær þessu að mynda sinn allra besta stétt fyrir stétt, allir saman í liði, flokk og Bjarni Ben bara hættir í pólitík, þá er í rauninni bara gífurlegt tómarum sem myndast út af því að meirihluti núna hann keyrir á þessum 2 þáttum að meirihlutaflokkanir eru allir sáttir við sína stóla. Þeir vilja helst ekki fara úr þeim og þeir vilja ekki taka áhættuna að missa þá. En auk þess eru hérna Bjarni Ben og Katrín Jakobsdóttir bara persónulegir vinir og þeirra persónulega vinátta er ákveðin grundvöllur til þess að geta unnið úr öllu hnjaski sem að sem að hefur komið upp og verður ítrekað eiginlega alltaf stanslaust í gangi. Um leið og þeirra persónulegu vinarsamskipti bresta. Mér finnst líka mjög eins erfitt eins skrítið er að vinasamskipti hérna 2 einstaklingar ráði meirihluta á Íslandi á þingi. Já, ég er ekki alveg að kaupa það sko. Ég finnst það ekki ég get alveg trú að þau séu svona að leiða þetta samstarf og þannig en ég veit ekki. Það eru fellar sko. Já, maður sér það og hún Katrín sagði einu svona að Bjarni veri besti samstarfsmaður sem hann hefur nokkuð tíman haft, já. Hvaðan er það að koma? Ég veit það ekki. En mér finnst ég skil ekki okkur Katrín er ekki bara búin að brjóta ríkisstjórnarsamstarfinu strax. Ég botna ekkert í því. Þegar Bjarni er að leggja fram tillögunar að fjárlögum og hún sér það, þau eru að fara yfir það. Af hverju ekki? Á þeim punkti segir hún bara nei, við erum ekki að fara að setja þessi fjárlögi gegn. Það er risastórt gat hérna og það vantar fjármögnun hér og það vantar meiri tekjurinn í ríkissjóð. VG er sátt við sína stóla. Greinilega. Það er bara bókstaflega og þau eru bara öll búin að vera það lengi og þingi að þau hafa eins og sko það er í rauninni bara Framsókn sem er með einhverja grasrót í gangi. VG grasrótin er visnuð. Já, manni heyrist það. Og þú varst að tala um að núna inn í samfylkingunni er mikið af ungliðum sem eru komin inn í framkvæmda arminn sjálfan og í svona raunverulegum áhrifastöðum. En þegar að Katrín gekk inn í þetta ríkisstjórnarsamstarf þá sagði öll ungliðahreyfing VG sig úr hreyfingunni. Þannig að kannski vonandi er það öfugt farið núna með samfylkingunni að unga fólki er actually í raun inn í flokknum þannig að það mun hafa áhrif á það hvort að við gengið inn í svona samstarf. Sko, ég held að sko unglega hreyfing samfylkingarinnar er mjög öflug þegar kemur að því að
hérna þau eru bara búin að læra held ég rosalega mikið á hérna þau eru búin að ég býst alveg við góðum hlutum frá þeim sko en hérna í millitíðinni þá erum við held ég bara svolítið föst í fjölmiðlaumræðu hérna Sjálfstæðisflokkinn og Guðlaug Þór spenna ben en talandi fjölmiðlaumræðu finnst þér ekki svolítið magnað hvernig Kanye West sem að hérna var alin upp af 2 svörtum partisum nei, Panther, er það partis á íslensku? Panthers, ég ekki alveg viss. Black Panthers hann verður radikal í þá átt að gyðingastjórna fjölmiðlunum Já, þetta er mjög skrítið. þú veist, ég veldi fyrir mér sko núna eins og gerist með Lula, þú veist, að ekki með Bolsonaro í staðinn einhver megin náum við alltaf að taka umræðuna þegar það er eitthvað svona eitthvað gott það nær alltaf svo það nær alltaf umpólast einhver megin hérna þessi gífurlegu sko, þessi völd sem er hægt að hafa yfir fólki með því að hafa fjölmiðlana með sér í bandi og hérna vera í umræðinni og vera í andstöðu og vera með svolítið mikla heift þú veist þessi sko Sjálfstæðisflokkurinn núna er mask off bara Bjarni Ben tók gríminn á Sjálfstæðisflokknum og bara sagði við erum þú veist, hann er mjög óhræddur að viðurkenna þeir eru bara slæmi flokkur þeir eru bara vondi flokkurinn bara lægri skattar, minna viðhaldaríkisstefna Flokkurinn sem er gegn almenning eða almannahagsmunum flótta fólk og eitthvað vesen einhver megin sko veist, ég var svo miklum erfiðleikum með að skilja hvernig sko hann nær 20% og ég var svo 24 held ég meira sem út frá nýjastu könnun og ég var svo erfitt með að skilja hvernig sko það munaði 0,9% milli Bolsonaros og Já, fáránlega lítill munur 0,9%. og maður sko þessir hagsmunir sem er í gangi alltaf og maður hérna ég man ekki eftir að hafa lært eitthvað sérstaklega þá þetta er svo gífið, þetta er 50-50 bara þú veist vilji fólksins versus vilji einkageirans, peningana og ég er svo þakkláttur fyrir að ungt fólk í dag er búið að spotta og ég get verið svo þakkláttur fyrir að vera partur af kynslunum sem er að byrjast á móti þessu en Það er nefnilega algjörlega virðist vera þannig að fólk sér í auknum mæli gegnum Sjálfstæðisflokkinn. Ég held þessi lítur og meðalstór fyrirtæki að orðræða þeirra er ekkert að fara að ná það langt sko. Nei, mitt. Og báknið burt, þú veist, og þeir eru stöðuð sjálfur að stækka báknið, sko. Þeir eru einmitt, ég á góðan vinn í Sjálfstæðisflokknum sem að talaði báknið burt fyrir kosningar. Svo fekk hann starf í Tryggingastofnun og svo var ég að skutla heim á djamminu og hann bara, ég elska báknið. Ég dýrka báknið. Já, það kemur svo vel fyrir, hvað maður að segja, þetta eru svona afætur. Eða þú veist, ég segi það að þeir eru alltaf reglulega að fara að poppa upp og tala bóta þegar svindlarar og afætur og svona. Já. En svo megnaði þeim bara búið að vera á sko ríkispenna bara áratugunum saman og náttúrulega eiginlega öll hafa þau orðið rík á ríkisegnum og einkavæðingu og sérstöðu í ríkinu sko, fá forréttindi og okkur sérstöðu sko. Já, ástæðan yfir því að Sjálfstæðisflokkurinn hefur ekki náð að ganga langt og er vilja í sinni frelsisvæðingu á samfélaginu ef við ætlum að taka mark á svona þessum gömlu susurum frá 1990 ástæðan yfir að gekk ekki er bara vegna þess að hey, sorry, ef við ætlum að skýra niður þá er ég bara að þurfa að fara að reka frænda minn sem ég kom í embætti, ég bara þeir sköpu þetta kerfi fyrir sjálfa sig og þeir geta að skýra niður í því vegna þess að þá ertu byrjað að grafa undan fólkinu sem að þú treystir á fyrir atkvæð út í að þú ert að hjálpa með finna vinnu sem er ástæðan yfir því að þeir mun ekkert fjarlæga báknið fyrir, já þú veist, ég hef enga trú á því sko. Þetta er svo fljótt að safnast upp svona stóru málin sem að gerast. Íslandsbankasalan, Bjarni seldi til pappa síns, eða pappans fekk að kaupa í því. Lokað útboð, það var lokað af því að það átti að vera fagfjárfestar sem átti að koma og kaupa og þau ætlaði að halda hlutunum sínum lengi og koma með mikla þekkingu inn í bankan og þess vegna var þetta lokað útboð en ekki bara opið útboð
svo kemur að ljósa að þetta eru bara margir helstu leikmenninir úr hruninu og Með þetta sína er Pabbi víðtæku Bjarna þekkingu. og svona með svona viðtæka þekkingu og þeir voru sumir búnir að búa til svona, hvað heitir það, framsölu samning á sínum hlut sem þeir voru búin að kaupa nánar samdægurs Já, sem þeir fengust af, þannig að þú veist bara forsendunar fyrir lokuð útboði held ekki neinu vatni en svo var líka kredit Borgun þeir engavæddu Borgun það var svona lokað útboð kemur að ljósa að frændi Bjarna Ben skipti Borgun Hvenær var Í þetta Borgun- að gerast aftur? hvað hefur þetta verið 2014, 15, 16 man ekki alveg sko Ok. en svo hann fekk þetta á mjög góðan prís special price my friend Yes. og bara á hlutunum sem hann fekk úr Borgun á arðgreiðslunum sem þú færið út úr þeim hlut þá var hann búin að borga upp kaupverðið bara á eiginlega engum tíma og seldi þetta svo, þú veist, þetta sprakk upp á markaðsverði eftir einkavæðinguna sem hann fekk líka undir markaðsverði og þetta er bara eitt mál af frekar mörgum ef maður er bara að skoða Bjarna Ben Bjarni náttúrulega var með fyrir hrun innherja upplýsingar úr fjárlaganemnd raunverulegu stöðu bankana og hann og pappa hans og frændur seldu hluti sína í Glitni fyrir fall og já, það er mörg það var áhugavert að sjá tölur yfir svona ríka Íslendinga og við erum að tala um mjög ríka Íslendinga við erum ekki að tala um að þessu 1,5 á mánuði sko við erum að tala um Fólk sem 100 fær milljóna, sko. fjórar eða eitthvað sko. En hérna, en það var áhugavert að sjá hvernig hlutfallið af þeim sem hafa verið sko að fá þetta í gegnum gegnum ríkið á einn eða annan hátt eða gegnum svona sérstaka forréttindastöðu innan ríkisins eða sérstakra upplýsinga eða með því að fá að afskrifa skuldir og svona. Þú veist, ég ætla að veðja að af þessum ofurríku að þá er mögulega fleiri en færri sem eru þetta er bara eiginlega örugglega fleiri en færri sem eru ríkir á þann veg og það er annað en að verða ríkur á því að stofna þetta eigi fyrirtæki og þú borgar starfskröftuðinu vel og þú ferð vel með peningana þína og allt þetta sko. Við erum svona ábyrgi businesskall sem að Sjálfstæðisflokkur vil meina að allir businessskallar á Íslandi séu. Akkurat. Ég væri bara alveg til að sjá ættatrí af engjarættinni sko. Það er, held ég, byrjum bara þar sko. Það var áhugavert. En hérna við vorum að tala um hérna þess að þetta sko þetta með að ríkið er einhver við að hitta þetta af sér og við erum að hérna einhver meginn ná við að skapa fjármagn fyrir einhverja elítu með því að ríkið einkavæði sig og minnkar við sig og hættir eftirlit og eitthvað svoleiðis. Og svo er þessi samkeppni sem á að koma inn á markaðin sem á að íta undir hægræðingu segja þér sko alltaf. Hvernig er Thatcher-kvotin eftir? Hérna vandamáli með Sjálfstæðisflokkina og mynda einhverju tímapunkti verða uppiskorpa með eignir ríkisins sko. Var þetta Thatcher-kvot eða var þetta svona kvot hana? Þetta var bara svona paraphrasing sko. Hún talaði um að hérna, vandamáli með sósíalista er að þú verður uppiskroppa með peninga annara. Bara vandamáli með Sjálfstæðisflokkinu og þú verður einhvern tímann uppiskroppa með bara ríkisegur alþjóðunar. Já. Ég held að stundum talaði um að svona, þessi seinni tíma kapitalismi eins og kallað sko. Síðkapitalismi eða hvað maður myndi segja. Já. Að hann er farin að borða samfélagina innan. Hóla þau að innan, þau eru farin að engavæða alla svona grunnþjónustu, fjármagnið þarf að finna sér nýjar leiðir til þess að fjölga sér, fá meira fjármagn. Já. Og þá fyrir að engavæða heilbrigðiskerfið, vasskerfið, lestakerfið og rafmagnskerfið og bara allt saman. Já. Og það er engin glóra í því nema fyrir fjármagnið sjálft. Nei, hefur ekki séð hvernig það verið að tala um að hefur séð myndbönd frá hérna World Economic Forum og svoleiðis. Þegar er sína einhverja lausnir á okkur vandamálum sem að sko eru í rauninni bara það svona hvað við segja svona over-engineered á íslensku væri ofugsað. Þeir eru með svona ofugsaða lausnir eins og hérna í staðinn fyrir að slökkvibílarinn í dag er að festast í umferð þá munu slökkvibílar framtíðinar einhvern veginn svona geta lift sér upp og farið yfir umferðina og lækka sér svo aftur niður eitthvað svona í staðin bara fyrir að minnka bílaumferð
en það voru einhverjir hérna og svo kemur Hyperloop í staðinn fyrir hraðlesta kerfi og hérna svo fáum við hérna bankasöluna í staðinn fyrir þessa aðeins skárri bankasölu sem var á undan og sko magnið af svona skýta fixes sem þarf að búa til þess að viðhalda þessu kerfi bara, svo fólk sem heldur að svo er margir sem trúa þessari lygi sko, að bara ef ég kaupi hérna umhverfisvænt kaffi frá Ekvador eða eitthvað svoleiðis, þá er það skárra en óumhverfisvænt, bara gaur, sleppti að kaupa kaffi frá Ekvador, þetta eru 6.000 kilometrar í burtu frá þér bara, þú veist það er nokko eða bara gaur, þú veist, bara reynda að fá eitthvað fá þér orkudrykk frá Svíþjóð í staðinn eitthvað, en hérna og svo erum við með okkar hérna mjög slæmu lausnir á vandamálum með því að reyna að lækka eitthvað svona, að reyna að lækka okkar kolefnisfótspor á þess að lækka lífsgæðin sem við þurfum á endanum að gera. Sorry, þá erum við að skammast út í 3 heimsþjóðir fyrir að reyna að hækka sín lífsgæði. En einmitt að þú samt, skröfum og við. Ég held að bandarísk fyrirtæki eigi yfir helming af öllum auðæfum í heimi. Þannig þú veist, þegar fólk er að segja að við verðum að skerða lífsgæðin og eitthvað svona, þá þú veist, ég er ekki alveg að kaupa það sko. Af því að ef þú tekur þessa fjármuni og þú beitið þeim bara betur, þú dreifið þeim betur og þú einhvern veginn gerir það kerfislegt, þannig að bara fjármunir eru ekki allir að fara upp til toppana og þú notar það til þess að hanna samfélög og ídæðandi samfélög, þú veist, hafa sterkar almenningssamgöngur frekar en allir sé á bílum og byggja svona öflug sameiginleg svæði, garða og matajurtagarði og garða og alls konar svona dót. Leyfa fólki kannski geta að lifa á því að vera listamenn í staðinn fyrir að þurfa að fara í hérna eins og magnið af sko, hefur lesið bullshit jobs? Sorry, ég gríp fram ég hlusta á fyrirlesturum Sorry, ég gríp fram í fyrir þér en eins og bara með vinnumarkaðin, við vorum að tala með svo ofugsun bara veist, hvort heldur að fólk væri frekar til í að velja lífstilin sem felst í að séu í skrifstofinu á lyfjum í sálfræði meðferð og það er bara svona, ég líður almennt svo illa af einhverju óútskýranlegar ástæðu föst í umferð í klukkutíma og hérna I wonder why og þú veist, heldur að þau væri ekki bara frekar til í að gera eitthvað skemmtilega, þú veist ef við náum sömu niðurstöðu sem er bara svona eitthvað ef að fólk má bara svona vera annarkvort hlutlaust eða svona aðeins kátara við getum náðið með því að setja fullt að lyfjum fólk og gefa þeim sálfræði meðferð og hérna minkað umferðar hérna tafir með því að setja 3. og 4. akreinina við getum líka bara leyft því að haga sínu, bara gera sem það vill bara með því að styðja það sem samfélag bara styðjum fólki að gera sem það vill gera sjálft við líf sitt í staðinn fyrir að reyna að læsa inn í þessum búrum sem að auðvaldi krefst af þeim það sé í Það er klárlega eitthvað risastór hérna sem þarf að skoða því að þess nú er Indland og Afrika og fleiri lönd í heiminum sem er að verða nútímavættari og innvættari og Kyrrahafs og það eru svona sækjast í þau lífsgæði sem að við teljum okkur njóta hérna en þrátt fyrir þá velmegnun sem við höfum hér í vestrinu þá erum við samt bara bullandi óhamingjusamum og í kvíðakasti og þurfum á bara ógrynni af lyfjum að halda stöðu til þess að halda okkur gangandi þannig að þriðji heimurinn er að drífa sig að fara þar sem við erum með tilheyrandi sko tortímingu á vistkerfunum okkar og mengun í loftinu og að taka jarðkerfið bara úr jafnvægi til þess að ná þessu sem við erum í núna. Er það svo eftirsóknarvert? Það er eftirsóknarvert að vera í friði og að vera í samfélagi þar sem spilling er ekki það mikil sko, þú bara rændur út á götu getur fengið menntun en það er eitthvað sem við erum að gera ránt, það hlýtur að vera það er ekki endilega grunnurinn sem er rangur sko, þú veist vestrænt frjálslynt lýðræði er ágætis konsept, grunnurinn sjálfur er ekki slæmur en sko magnið af kjaftaði sem þú þurft að byggja upp á honum til að viðhalda kröfunum stansa sem gróða er klárlega með mjög miklu mannlegum kostnaði og hann fer hækkandi ár frá ári
Já, og það er meira þess að burt sér frá arðrændu ríkjónum sem hafa hingað til verið að sjá vestrænum fyrirtækjum fyrir ódýru vinnuafli og ódýrum auðlindum. Já. En með þessum drungalega punkt þá held ég að við þurfum að ljúka þessu og ég hvet hlustendur til að kommenta hvað ykkur fannst það sem við erum að spjalla og við líka benda ykkur á að þið eru velkomin í spjall til okkar hvað sem er, bara einhver tíman, við getum sendt á okkur skilabóð og við getum spjalla. Ég vil Kanye West þátt. Já, það má alveg tala um hann. Takk Ali. Og takk þið, eigið gott kvöld.